Já, Íris Ellenberger komingað, sagfræðingur. Þú hefur skoðað, það verður kallað flóttamannasögu Íslands á þessari síðustu öld. Já, ég og spurningin náttúrulega sem að maður verður að spyrja þig að því að það gekk fram að mörgum svona ofbeldi sem var í síðustu viku. Maður getur ekki sagt bara þjóðinni en ég myndi giska svona 80%. Að bara fólki fannst þetta óþægilegt að horfa á þetta. Og þá er spurningin, höfum við ekki bara alltaf komið svona fram við hælisleitendur og flóttafólk? Nei, þetta voru sko óvenju harðar aðgerðir. Og ég fór einmitt svolítið svona að hugsa einmitt hversu líta svona aftur og að svona reyna að finna einhverjar aðgerðir sem að væru sambærilegar og var fyrst að hugsa samanburðin við brottvísun gyðinga síðar í heimsstyrjöldinni en það voru 19 manns, þeim er ekki öllum brottvísað einu, það var ekki svona mikill lögreglu viðbúnaður þannig ég komst svolítið að þeirri niðurstöðu að við þurftum að líta allt til ársins 1921 þegar Natalie Friedman var vísað úr landi, hann var haldinn næmum augsjúkdómi þar sem var 10 daga umsátur heimili Hendriks Ottóssonar þar sem hann bjó þannig að Íslendingar hafa ekki komið vel fram við flóttafólk, sannarlega ekki og það hefur svolítið svona verið stefna íslenska stjórnvalda að reyna að takmarka innflutning flóttafólks eins mestu þau geta. Þú nefnir söguna drenginn var þetta í Suðurgötunni? Kannski ekki allir sem eru að hlusta á okkur sem að vita þetta. Hvað snerist það? Yfirvöld? Hvað var það sem við óttust við þennan dreng? Hvaða ógn stafaði honum til þess að yfirvöld væri með svona hörkum? Náttúrulega sko opinbera skýringin var svo hann væri með augsjúkdóm sem að væri smitandi og það var heimild í lögum til þess að vísa fólk úr landi ef það væri með smitsjúkdóm sem að var notuð í þessu tilviki. En hann var náttúrulega frá Rússlandi, hann var á heimili Hendriks Ottóssonar, kommunistleiðtogans, þannig að það hefur spilað inn. Þetta er byltinguna, þetta eru 4 ára eftir byltinguna. Þannig að það hefur spilað inn í þar líka. En sko, já, þetta var kannski svona, slók að einhverju leyti svolítið tóninn, sko, að það hefur verið mjög mikil tregða til þess að einmitt að bjóða flóttafólk velkomin til Íslands alveg fram til síðustu aldamóta í rauninni að þá var reynt að taka einungis við kvótaflóttamönnum vegna þess að þá var hægt að fara erlendis og handvelja fólk að fara í flóttamannabúðir og Íslendingar sendu sína fulltrúa þangað sem að handvöldu fólk sem að þóttu heppilegt af einhverjum ástæðum en fólk sem að kom hingað í leita alþjóðlegri vernd og kom á sjálfstöðum að það var eiginlega algjörlega tekið fyrir það að það var einn sem að fékk stöðu flóttamanns árið 1999 og annars bara þekktist það ekki fyrir Þannig ef þú komst á einu vegum þá bara færið ekki hæli hér. Þú fær ekki stöðu flóttamanns. Það sem var gert sérstaklega það vantaði fólk til að vinna að þá gat fólk fengið dvalarleyfa mannúðarástæðum, dvalar- og atvinnuleyfa mannúðarástæðum og það var svo leið sem að var farin gjarnan ef að það átti að leyfa fólki að vera en í staðin fyrir að það fengi stöðu flóttamanns þá fær fólk meiri stuðning, það þarf ekki að fara beint út af vinnumarkaðinn en það hefur alltaf svolítið verið stefna íslenska stjórnvalda að reyna að svona beina eiginlega flestum sem flýti hingað í einhvern svona farveg sem hentar atvinnulífinu og það þess vegna sem þetta gerist. Það undan þá hann að ef að fyrirtækjunum vantar þínar hendur þá máttu koma en annars ertu ekki velkomin. Já, það var í rauninni, þannig voru innflytjendalögin í rauninni hönnuð lengi vel í rauninni bara þangað til að Ísland gerist aðalega EES-samningnum og þá þarf að víkka út þessar heimildir fyrir fólk sem að kemur frá Evrópu að stefnan var svo
og einmitt reynt að hafa þetta svolítið sveigjanlegt að það væri hægt að útiloka fólk ef að það væri kreppuástand og það væri atvinnuleysi en síðan væri hægt að opna landamærin ef að það vantaði fólkin í landið og svo helst sparkaði út aftur ef það vantaði ekki fólk eða það var aftur atvinnuleysi. Sem að kannski rímar við hvernig Þjóðverjar tóku á móti Tyrkjum þótt að sé öðruvísi. Að þá var það gefið svona tímabundið dvalarleyfi að því að það þörf á okkur en það var skilin eftir svona möguleiki á því að vísa fólkin í burtu sem að svo var þetta ekki gert. Þetta náttúrulega ekki einsdæmi á Íslandi. Það er náttúrulega því. Þetta ekki bara, eru Íslandingar öðruvísi? Verri hugmyndin okkar svona reyna þjóð að við verum að venda hana? Er þetta hugmynd sem sterkar á Íslandi heldur en annars þar? Ég ekki við sé sterkar á Íslandi en við kannski höfum verið í þeirri sérstöku eða einstöku aðstöðum með allavega löndin í kringum okkur að við erum fámenn þjóð og eyju út í hafi sem að fólk veit ekkert endilega að sé til og hefur jafnvel ekki hugmyndaflug í að koma til Ísland sko. Þannig að það hefur kannski svolítið verið svona helsta ástæðan fyrir því að það voru í rauninni afskaplega fáir sem að sóttu alþjóðlega vernd á Íslandi. En samt var ekki neitt allt og fáir útlendingar, það voru kannski allt og fáir útlendingar, en ég vil bara rifja upp bara þegar ég var í kannski 12 ára bekk, þá var svona þessi var með ættir þangað og þessi þangað, sko, þannig það var ekki einhvern veginn bara algjörlega óþægt. Nei, alls ekki. Það hefur alltaf verið straumur af fólki til landsins. Það er kannski helst sko fólk sem að koma í leit alþjóðlegri vernd sem hefur verið eða var fram til svona, alveg fram í blálok 20. aldar að þá voru þetta kannski örfári einstaklingar á ári. Þannig að þetta er náttúrulega líka kannski svolítið ný staða núna að þetta er orðin svolítið fjölda fólki náttúrulega sérstaklega út af stríðinu í Úkraínu að þetta er orðin svolítið fjölda fólki sem er að koma til landsins. Þannig að ég má aðeins staldra við þessa hugmyndum að við á stjórnvöld vilji ekki taka á við flóttafólki en hins vegar slæðist hér fólk erlendis frá bæði frá nágrannalöndunum og svona eitthvað víðar. Og andúðin kannski ekki eitthvað því fólki, heldur flóttafólki sem kemur. Þannig að ef við ætlum að fara að greina andúð Íslendinga, hvort það sé gagnaði að greina í tvennt, annars vegar útlendingaandúð, það sem út bara móti útlendingum sem að spilla þjóðinni og svo ertu á móti flóttafólki sem þá einhvers konar fátækrar andúð eða porofóbía, þar sem út andúð gagvart fátæk og bjargalösu fólki. Ég held að það sé, einhverju leiti þetta gaglegt, ég held að það sé líka til flóknari myndheldinu svo, rasismi spila líka mikið inn í þetta. Hvaðan þú kemur þá? Skiptir máli? Já, það skiptir máli hvaðan þú kemur og hvernig þú ert á litin, sko. Og við höfum náttúrulega vegna samningana við EES og út af öðrum þáttum að þá hefur stærsti hluti fólk sem hefur komið til Íslands verið frá Evrópu. Og svona á tímabili reynt að gera það all vel fyrir að fólk yfirleitt kæmist til landsins sem kæmi annar staða frá en aftur á móti að þá fólk sem kemur hingað í leita alþjóðlegri vernd að þetta er kannski fjölbreyttari hópur þetta er fólk sem er að koma fram hjá í rauninni þessum leiðum sem að hefðbundnir innflytjendur hafa og þar af leiðandi er þetta fólk sem kemur frá fleiri heimsálfum kannski heldur en þeir sem er komið eftir svona offísíal leiðum. Þú heldur að rasismi spila inn í það af hverju við horfum svona ólíkt á flóttafólk eða innflytjendur? Ég held að það sé hluta því, alveg algjörlega. Já, það er rasismi hefur verið og það hefur líka verið það hefur á mörgleiti verið svona sterk ástæða í þessari sögu, ástæðan fyrir því að við viljum handvelja hvaða flóttafólk kemur til landsins og fram til 2000 þá voru í rauninni allir hvítir og frá Evrópu fyrir utan Víetnamana sem komið til Íslands og einmitt handvalið hvaðan fólk kemur við hvaða hópum er tekið og síðan er fólki sjálft handvalið einstaklingarnir sjálfur og þar hefur spilað inn í húðlitur algjörlega og maður sér líka
svona á þessum gögnum sem sem hafa verið til í kringum sko komu fólksins frá Víetnam að það var sko gripið til miklu svona róttakari ráðstafana til þess einhvern veginn að tryggja að þau aðalögust í íslensku samfélagi vegna þess að það var hræðsla við að vegna þess að þau kemur lengur að þau varu með annan húðlit að það væri erfiðara fyrir þau þannig að svona það var gripið til sérstakra ráðstafna til þess að þau aðalöguðust og meðal annars var þeim gefin íslensku nöfn að þeim fóru spurt sem að var áður það var þannig að svo fleiri, ég vil ekki heita Egil Skallagrímsson jú, ég hugsaði mig það var einhver sem vildi heita Ljótupolli en já, þannig að rasism spilar alveg pottet inn í þetta og gerir enn já, alveg þegar þú ert að skoða söguna að þá ertu að horfa þarna á gamalt íslensk samfélag Ísland 1921 og Ísland á stríðsárunum þegar hingað leitaði fólk gyðingar eftir skjóli og fengu ekki og svo 56 og þú útkomin kringum 80 eða 80 áratugum þegar Víetnamarnir koma og þá ennþá bara mjög fáir bara útlendingar á Íslandi en núna þú horfir á breytinguna sem bara ég held að sé næstu þetta að segja bara 2005 eða eitthvað sko, þú geti sagt frá aldamótum að þá náttúrulega fjölgar innflytjendum hér algjörlega stórkostlega og líklega hraðar á Íslandi heldur en bara í flestum öðrum löndum. Það orðið innflytjendur eða þess að fólk með erlend ríkisfang farið yfir 60% núna og það bara Sviss sem herra í Evrópu, miklu herra heldur en á Norðurlöndunum. Hluta ástæðan svo að þar fær fólki fyrr ríkisborgararétt, þannig að þá það ekki náttúrulega með erlenda ríkisborgararétt. Og náttúrulega í Svissa þá mjög erfitt að fá svissneska ríkisborgararétt. En hérna til dæmis, ég sá það í einhverjum nýjum tölum að það eru 20, áætla að 22% af fólki á vinnumarkaði séu innflytjendur. Þannig að þetta er algjör umturnun á samfélaginu á kannski 20 ára tímabili. Og þetta er bara stæðsta svona samfélagsbreyting sem að við höfum líklega gengið í gegnum svona. Hefur þetta ekki breytt afstöðu fólks og stjórnvalda til innflytjendamála eða til flóttafólks? Já, fólks alveg örugglega. Einhvers fólks? Já, alveg pottþétt. Maður svona sér að einhverju leiti kannski svolítið pólariseringu að það einmitt fólk sem maður heyrir miklu öfgafullir skoðanir heldur maður gerði gegn innflytjendum og gegn flóttafólki. Og skammar sín ekki fyrir að segja það? Nei, og þetta ekki lengur eitthvað sem fólk bara hvíslað að segja á útvarpi sögu, heldur þetta bara inn á Alþingi. En svo náttúrulega, ég meina, erum við núna með kynslóðara fólki sem að elst upp í fjölmenningarsamfélagi. Þannig að það kannski svolítið að leika meira prósentum, ef þú tækir það kannski aldurshópin kannski 25 til 40 ára, þar hlutfall erlendra ríkisborgara til dæmis í Reykjavík, þá ertu komið með bara 35-36%, þannig bara þriðji hver maður innflytjandi. Það náttúrulega líka einmitt þekkt að það aðalega ungt fólk sem að flytja sig sitt. Þannig að miðalaldurinn oft lægri af fullorðnu fólki, miðalinnflytjenda. En jú, sannarlega þá er þetta samfélagsbreytingar. En sko... En komaðu fram í afstöðu stjórnvalda? Sko, það sem kemur kannski einhver leiti óvart að afstæða stjórnvalda virðist vera svona frekar stöðug. Að það alltaf þessi afstæða að reyna takmarka innflutning fólks eins og kostur sérstaklega flóttafólk sem kemur hingað eigin vegum og sækir alþjóðlega vernd og beina fólki mjög svona sterkt inn á atvinnumarkaðinn að svona og svona held að réttlætingin sem heyrir sem hefur verið við líði mjög lengi að svona að það stjórnvöld réttlæta það að fólk fái að koma hingað inn vegna þess að það nýtist atvinnulífinu. Þannig að við erum alltaf svona, það þessi nýtistefna sem í gangi. Ótti við svona fátækt fólk eða föru fólk. Já. Svona djúpstætt í menningu okkar. Já, einmitt. Alltaf verið að tryggja að fólk hafi framfærslu, að það gerist ekki byrði á kerfinu.
Þannig að, og það hefur ekkert breyst, að það hefur verið eins síðan 1920 og 1927 þegar fyrst útlendingalögin voru samþykkt. Þannig að það er svona, já, svona kemur að einhver leita óvart að við séum ekki farin að endurhugsa þennan málaflokk svolítið. Að við séum ennþá við sama heygarshornið með þessa nýtjastefnu. Hreinleika þjóðarinnar, eitthvað svona, eru hlutið þessu? Já, að einhver leiti virðist það ennþá vera við líði og þessi svona, og þessi, sko, það sem dómsmálaráðherra hefur verið að tyggja á og fleiri núna, sko, þessi svona ótti við flóðbylgju flóttamanna sem er náttúrulega svona, já, ákveðið tæki sem hefur verið notað á marga áratugi til þess að svona ala á tortryggni og andúð gegn innflytjendum. Já, ég held að þegar Íslandi var að verða fullvalda árið 1918 og Danir átt að hafa ennþá sömu réttindi á Íslandi og þeir höfðu áður sömu réttu Íslandingar að þá voru upp svona rættur að það geti ekki bara komið flóðbylgja Dana til Íslands sem alltaf aldrei kom og þessi flóðbylgja hefur aldrei komið en þetta er samt sem það er alltaf sama ímyndin sem er einhvern veginn endurframleitt vegna þess að hún er þægileg og hún virðist virka áfram. Þannig að það er margt sem hefur breyst en það er líka ýmislegt sem er eins og hefur ekkert breyst sem er áhugavert og mögulega líka áhugjefni. Þannig að hvað getur við sagt, afstaða megin þóra almennings breytist hægt og stjórnvalda kannski enn hægar. Til dæmis aðra svona rannsóknir sem myndu að geta verið gegn því sem að haldiði fram byrði samfélagsins af innflytjendum og flóttafólki. Það er bara ekki hægt að sína fram á það sé hingað til. Að innflytjendur og flóttafólk hafi verið byrði? Já, séu byrði á samfélaginu. Síður en svo. Ég held að það sé orðin bara svona almennur konsensus sko meðal fræðafólk sem að það sé mjög þjóðhagslega hagkvæmt fyrir samfélag að flóttafólk og innflytjendur bara hafa þessi vinningur og skjótu brakettu fyrir hvert sem kemur. Já, það líka við, já. En samt breytist ekki afstæðan? Nei, þannig að breytist ekki afstæðan sem er áhugavert. Það mætti segja kannski þetta sé málaflokkur sé að mörguleiti svolítið bara svona factory system sko. Vegna þess að það er einhver svona þjóðernistilfinningar inn í þessu og líka bara vegna þess að það er handtækt politist séð að íta undir andúð gegn útlendingum til þess að skara atkvæði að ein köku sko, eða hefur verið það hingað til. Þannig að svona það sem við vitum áhrif innflytjenda á samfélög og það sem að kannski yfirvöld halda fram áhrif innflytjenda á samfélög það fer ekki saman. Þú ert að skoða þessi mál en þú hefur líka áhuga á þessum málum sem svona prívat manneskja í samfélaginu, þetta er samfélag okkar. Hvað finnst þér ókvæðilegt að sjá svona andúðina, hvernig þú birtist og hvað hún er svona fölskólas? Já, algjörlega. Ég var eftir að ég sá þarna þessi myndbönd sem að var verið að pósta á handtökunni fyrir viku síðan að komið mér í svolítið uppnám, ég verði alveg viðurkenna það. Líka náttúrulega vegna þess að ég sjálf dóttir innflytjenda, faðir minn hann er innflytjandi frá Sviss einmitt og þannig að svona þú ert góður innflytjandi. Ég telst vera góður innflytjandi, allavega á stundum. En þegar ég er kannski það nöldri stjórnvöldum, þá þykir ég kannski ekki eins góður innflytjandi. Já, ég er náttúrulega hvít og ég er ég starfa við Háskóla Íslands og er í virðulegu starfi, þannig að ég er bæði ég og faðir minn vorum góður innflytjendur, eða faðir minn var góður innflytjandi. Það er ekki ég að stríða svolítið. Já, þetta er náttúrulega En mér langar að spyrja þig, sko, hvað gerum við? Hvað finnst þér að gera? Eitt er að þú veist að allir séu að hneykslast skoru öðrum fram og tilbaka. En við höfum þess með bandaríssamfélagið þannig. Það eru bara tveir hópar sem hneykslast skoru öðrum fram og tilbaka. Hvað er það eitthvað sem að við getum gert til þess að eitthvað milda þessi átök þannig að við séum svona, eigum bara skapleira samfélag, sko? Taka slaginn, myndi ég halda, ekki leyfa þessari orðræðu að grassera ef það er eitthvað sem við erum í aðstöðu til að gera og kannski sérstaklega svona fólk sem hefur svona
plattform aðgangu fjölmiðlum að andafa þessari málflutningi sem að stjórnvöld eru að viðhafa núna og afhjúpa náttúrulega það sem hefur náttúrulega líka verið að gerast núna er að sérstaklega dómsmálaráðherra hafi bara verið uppvísum lígar sko og vera vísvitandi að ljúga til þess að fegra sinn málstað og það náttúrulega að mótmæla því hávert það fólk sem hefur plattform fyrir það en náttúrulega við í okkar daglega lífi á kaffistofunni, í kaffibúðunum hjá fjölskyldunni að setja spurningamerki við þessa innflytjendafjandsamlegu orðaræðu og líka lyfta upp röddum innflytjenda þegar við höfum tækifæri til þess á samfélagsmiðlum og víðar. Meðvitundum að það við erum sameiginlega að búa til samfélagi sem við lifum í og við eigum að leggja eitthvað til þess. Algjörlega. Þó það sé ekki annað en yfir brauðtertunni í fermingarveisslunni. Og líka að hugsa til þess að við höfum alltaf verið samfélag sem hefur verið með innflytjendur. Jafnvel þótt að þeir séu kannski meira ábærandi núna heldur en þeir hafa verið. Og ég hef til dæmis rannsakað samfélagið í Reykjavík aldamóti 1900 og það var mjög þverþjóðlegt samfélag. Þar sem fólk kom og fór af ýmsum þjóðarinnum og lagði og setti sinn svip á bæjarlífið. Þannig að þetta er ekki eitthvað sem er algjörlega nýtt í íslensku sögu, heldur... Þú ert sagfræðingur. Getur það ekki samt verið segjum að við myndum fara að gera þetta? Þá náttúrulega tölum við innflytjendur frá Þýskalandi sem að fluttu inn músík til Íslands og við tölum árif Þútrúsis, Dieter Roth sem að bjóð til heila nútíma farvegi fyrir nútíma list á Íslandi bjóð til heila bara kynnslóð af myndlistamönnum sem að sumir allavega en þá stað. Þá er svolítið hægt við að við fyrir að segja sögu af hinnum góðu innflytjendum, velaukuðu innflytjendum. Já, það mjög ekki gera, ekki bara. Nei, þannig að það er það sem að ég var eitthvað að reyna að koma áðan með anduðina innflytjendum eða útlendingum og svo hinnum bjargalausu. Það er kannski ef við æfum okkur einhvern veginn í að búa til sögu sem að hinnu bjargalausu fá að vera með í sögunni. Ekki bara ef þú rýst upp úr bjargalausinu og skara fram úr. Já, ég held að það sé... Það sem ég bara hugsa gott. Já, akkurat. Og það voru náttúrulega einmitt þessi svona rassism og stjættismi sem að einkennir hugmyndir okkar ákveðna innflytjendur. Það er eitthvað sem við þurfum að skoða og vera vakandi fyrir algjörlega. Herðu, frábært að tala við þig. Og við ætlum að halda áfram að tala ekki flóttafólk, heldur innflytjendur og konur af erlendur uppruna hér eftir augnablik.